En byrjum á þeim Karli og Hannesi Hólmsteini sem eru sestir hjá Jóhönnu. Velkomin báðir tveir. Takk að þér. Veistu, ég verði eiginlega bara að byrja á jákvæðu fréttum. Þetta eru svo dynni yfir okkur neikvæðu fréttum þegar ég dag til dag. Er nema ein? Já, er nema ein. Ég spurði ykkur um þetta áðan. Eru það einhverjar fleiri? Það er náttúrulega frábæra gengi stelpnanna okkar í knattspyrnunni. Þetta er í fyrsta skipti sem Íslands landslið kemst í úrslit Evrópumeistarakeppninnar. Horfðu á leikinn, Hannes? Ég var nú undirbúa boð fyrir nemendur mína, þannig að ég hafði ekki tækifæri til þess. Ég ákvaði mitt vegna þess að það er svo erfitt ástand að reyna að létta lundina, þannig að ég bauð allir mínu nemendum í mínu 3 námskeiðum í háskólanum heim til mín í gærkvöldi. Og þið gátu létt lundina saman. Já. En Kalli, þú ert nú að ég horfði á þennan leikum að mikilli ánægju með stúlkunum mínum heima. Það var alveg svo gott. Já, frábær árangur. Já, glæsilegt. En Hannes, það er þessi skoðanakönnun sem var birt í gær Gallups. Sjálfstæðisflokkurinn kom hræðilega þarna út og honum er refsað en ekki Samfylkingunni fyrir það sem er að gerast. Og spurningin er er Samfylkingin ekki að græða því að vera eini svona í rauninni raunverulegi ESB-flokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn fyrir utan það að vera að tapa á því að þetta hafa verið í ríkisstjórn mjög lengur en Samfylking að hann hefur verið að standa vörð um Seðlabankastjórnina? Ég ætla nú að byrja á því áður en að ég víka þessu að segja það að einu fréttin í vikunni sem að ég staldra við það að núna er formaður Samfylkingarinnar að gangast undir uppskurð og ég er alveg sannfærður um það að mjög margir munu taka undir með mér það að ég vona svo sannarlega að það gangi vel. Og raunar fannst mér í viðtalinu þarna áðan, bæði þetta og í viðtalinu áðan, hvað er það sem skiptir máli í lífinu? Ég held að það sé góð heilsa og góði fjölskylduhagir og í 3. sæti séu rúm fjárráð. Þannig að efnahagurinn er mikilvægur en það er ýmislegt annað sem skiptir máli í lífinu heldur en það. En ég vildi bara koma þessu að. Síðan skulum við ræða þessar efnaðastrengingar. Það kemur alls ekkert óvart að Sjálfstæðisflokknum sé refsað. Hann verði blóraböggull fyrir þetta vegna þess að hann hefur búinn að vera við stjórn í 17 ár og við megum samt ekki gleyma því að þetta er stórkostleg efnahagskrepp í öllum heiminum og ástand til þess að gefa harðar niður á Íslendingum heldur en öðrum þjóðum er að bankarnir okkar voru á skuldsettir. Það eru þessar 2 ástæður til þess að þetta gerðist sem við sáum gerast. Ég er að spyrja af hverju Samfylkingin er að koma betur út í Sjálfstæðisflokkurinn. Nei, ég tel að það sé alveg augljóst mál að Sjálfstæðisflokkurinn sem er búinn að vera í stjórn í 17 ár og Samfylkingin bara í 1 ár þá er Sjálfstæðisflokkurinn miklu meira tákn fyrir þá tíma sem nú eru liðnir. En það sem má ég aðeins segja eitt já, ég skal tala um það. Ég hefði mjög gaman að tala um það. En mér langar til þess að tala um eitt ljós í myrkrinu samt. Það er hljómað pínu einkennilega. En með því að gera það sem við erum að gera, sem er að draga línuna, eins og við höfum gert, að útlendur hluti bankakerfisins, hann fór í þrot og við viðurkjörnum ekki skuldir sem að Bretar reyna að kúga okkur til að viðurkenna, þá erum við í raun að létta skuldabyrðum af okkur. Þannig að við erum ekki skuldu eins og vorum fyrir 4 vikum. En síðan spyrðum Evrópusambandið, hvort það sé ekki miklu skýrar að fara í Evrópusambandið heldur en að fara ekki í Evrópusambandið. Já, er ekki bara þessi könnun að sýna það? Þetta er það sem fólk vil. Samfylkingin er að koma mun betur út úr þessu. Þá segi ég við þig. Þá segi ég við þig. Það er náttúrulega engin heimsendur að ganga í Evrópusambandið. Þú ert ekki að fara til Danmörku til að sjá það þeim vegna svona alveg þokkalega og er í Evrópusambandinu. Ég myndi segja að það veru 2 þröskuldar að ég ganga í Evrópusambandinu. Mér finnst alveg sjálfsagt að kanna það hvaða kjör við fáum í Evrópusambandinu. Það eru 2 þröskuldar. Í fyrsta lagi myndum við þurfa að afhenda yfirráðinu við fiskimiðunum. Ef svarið er já, þá vil ég ekki ganga í Evrópusambandið. Í öðru lagi myndum við þurfa að greiða miklu meira inn í sambandið heldur en við myndum fá frá því. Ef svarið er já, þá myndi ég ekki vilja ganga í sambandið. Þannig að mér finnst þetta að fara eftir kjörunum. Já, en Karl, hvað segir þú um þessa könnun og bara þetta pólitíska landslag sem einhvern veginn blasir við í dag? Já, fyrst aðeins og ég sverði eins og Hannes og tala um eitthvað allt annað heldur en hún spyrður að það er rétt hjá Hannesi að þetta veltur alltaf kjörunum og samningum sem við myndum ná. En við vitum aldrei hvað í þeim samningi stendur sem við myndum ná fyrir við látum á það reyna. Og það er það sem er svo undarlegt hjá þeim sem að tala gegn umsóknum aðild að þeir virðast vera búin að tapa samningaviðræðunum fyrirfram. Síðast í gær kom frá LIU sem held ég síðasti parturinn af Sjálfstæðisflokknum sem er ennþá á móti Evrópusambandsaðild að þeir voru fyrirfram búinir að semja burt frá sér auðlindina á þess að láta það reyna. Þetta þykir mér alveg fráleit minnumáttakkennd og heimáttarskapur sem hann sýna svona fyrirfram áður en farið í samninga. En hvað finnst þér þess að skoðanir kann að vera að sýna? Nú er Sjálfstæðisflokkurinn orðinn 3. stærsti flokkurinn og hefur þetta bara svona eiginlega borið höfuð herðir yfir aðra flokka hingað til. Það er viðbúið að það séu miklar sveiflur á þessum tímum því þetta eru
Þetta eru þannig tímar. Staðreyndin hins vegar sú sem að hann skautaði framhjá í tali sínum fallegt fjölskyldulíf að Sjálfstæðisflokkurinn í tætlum. Þar ríkir nánast borgarastyrjöld. Við sjáum það eiginlega hverjum degi og maður myndi vorkenna þeim ef þeir ættu það ekki skilið. Staðreyndin svo eins og þeir nefndu að þeir hafa verið stjórna hér efnahagsmálum og ríkisfjármálum í 17 ár samfleytt. Og það engin annar flokkur og engin aðrir foringjar heldur en Davíð og Geir sem eru meiri persónugervingar fyrir þær hörmungar sem hér yfir okkur dynja. Og þeir neita að skýra frá því hver þeirra framtíðarsýn er sérstaklega í peningamálum og eiga eftir að útskýra fyrir okkur í þessu krónublæti sínu hvernig þeir ætla að halda krónunni á floti og hvað það kostar okkur. En heldur þið séu líka að tapa á því eða Geir til að mynda og forystaflokksins að verja bankastjórnana með þessum hætti, bankastjórn Seðlabanka sem hefur verið mjög gagnrýnd í þessu ferli saman? Já, ég held að þeir séu í einhverju sérstöku sambandi, þeir Geir og Davíð sem að verður til þess að Geir ákveður að verja hann út í eitt þegar að það er raunin bara 2 ráðherrar í ríkisstjórninni sem að verja hann lengur. Það er hann og Björn og það eru 2 menn utan stjórnar á þingi sem verja hann. Það eru Steingrímur J og Guðni Ágústsson sem ekki heyra á hann hálfu orðið hallað af því að þeir vilja vera ríkisstjórnar. En Hannes, þessi staða Sjálfstæðisflokksins sem að Karl var lýsa hér og aðrir hafa lýst annar staðar, það að brattan að sækja fyrir Sjálfstæðisflokkinn núna og hvernig sér þú fyrir þér í rauninni svona þróunina núna framöndan í þessu pólitíska landslagi? Það ofboðslega umrót, það eru miklir örlega tíma sem við lifum á. Sér þið fyrir þér, eitthvað í rauninni, jafnvel nýja flokka stíga fram, hvernig sér þið fyrir þér í rauninni þetta pólitíska landslag framöndan? Ég held að það sé alveg rétt hjá Karli og það er engin ástæða til að draga fjöður yfir það að Sjálfstæðisflokkurinn í miklum erfiðleikum. Það blasir bara við vegna þess að það skellur á Íslendingum, þetta fárviðri og þó að það sé ekki hægt að elda mínum dómi að kenna ríkisstjórninni eða Seðlabankanum það að íslensku bankarnir skuldsetti svo mikið, þeir lánuðu svo mikið í útrásinni til ævintýramanna. Það kjarni málsins og þeir söfnu upp skuldum. Já, það hefur líka verið mikil gagnrýni þetta á í rauninni framvinduna síðan. Síðan getum við farað aðeins yfir peningastefnuna og ég held að vísu að þessi peningastefna frá 2001 til 2008 sem var verðbólgumarkmið, það í ýmsum öðrum löndum og þau hefur ekki lent í sömu erfiðleikum og það held ég sé út af því að það ekki peningastefnan sem hefur valdið þessu heldur það skuldsetning bankanna sem olli því að heimskreppan kom harðar niður okkur. En ertu að segja þessi peningastefna í rauninni? Og svara þér. Framtíðarsýn. Ég held að það sé dálítið mikilvægt fyrir okkur núna að fara í gegnum þessa erfiðleika þannig að við tryggjum bara að hjólinn snúist og það verði ekki á margir atvinnulausir og mér langar til þess að segja eitt hérna. Ég finn alveg óskaplega til með því fólki núna sem að missa vinnuna og að lenda í óskaplegum erfiðleikum og ég hef dálítið samviskubit af einu og það það að ég opinber starfsmaður og býð við tiltölulega mikið atvinnuöryggi þó ég held að tímarnir séu svo válegir að það búi í sjálfu sér enginn með atvinnuöryggi. Og mér langar til þess að taka undir með Pétri Blöndal alþingismanni. Hann var að segja það að sér fyndist að opinberir starfsmenn ætti að taka á sig launalækkun eins og aðrir. Ég held að það sem við þurfum að gera að, og ég alveg reiðubúin til þess, það sem við höfum að gera Íslendingar, það að fylgja okkur þétt á bakvið okkar ríkisstjórn og okkar ráðamenn, Geir Haarde, Ingibjörg Sólrún og aðra, í því að koma okkur út úr þessum erfiðleikum. Þegar við erum búin að því, þá eigum við í ró og næði að ræða hvað við eigum að gera. Og þá finnst mér ekkert útilokað Evrópusambandsaðild, ekki evra heldur, ekkert þessu útilokað, en þetta bara ekki rétti tíminn á meðan að fara í gegnum þessa erfiðleika. Það sem við höfum séð okkur til hugarangurs Íslendingar að við erum einmana, við erum munaðlaus, við erum smáþjóð og stórþjóðin svo Bretar geta níðst á okkur. Þeir úrskurða við sem hryðjuverkaríki, þeir stöðva greiðslur til landsins og við þurfum eitthvað skjól. Við höfðum það í gamla daga hjá Bandaríkjunum. Bandaríkin reyndust okkur ágætlega, en þau hafa snúið við okkur baki. Og hvar vilt þú leita skjóls í dag? Ég er að velta því fyrir mér hvar við getum leita skjóls og einn möguleiki er auðvitað að reyna að ná aftur einhvers konar sambandi við Bandaríkin. Það getur vel verið að menn hefur stygt á með ógetulegum yfirlýsingum síðasta árið, það er alveg einn möguleiki, en annar möguleiki er Norðurlöndin, þriðji möguleikin er Evrópusambandið. Mér finnst engin ástæða til þess að útiloka það, en ég segi, við getum ekki afsala okkur yfir hann við fiskimiðunum og við getum ekki farið að skuldbinda okkur til að greiða mikið í Evrópusambandi á sama átt og mér langar til að segja eitt mál. Bara eitt. Örstutt, þú búin að vera mjög langur núna. Fyrirgefðu, þetta er náttúrulega svo mikið mál. Já, ég veit það. Það er að ef ríkisstjórnin samþykkti að búa til skuldaklafa á Íslendinga eins og Bretar vilja við gerum, þá er mínu stuðningi við þessi ríkisstjórn lokið. Karl, við erum að koma okkur
í forsetakosningarnar í Bandaríkjunum því að Já, þetta var svo svakaleg ræða. Ég veit, þetta var löng ræða, bara hérna... Sko, af hverju erum við munaðlaus og af hverju erum við vinalaus og af hverju er svona erfitt að fá stuðning og fyrir utan af hverju við þurfum að fá stuðning sem er náttúrulega bein afleiðing af peningamálastefnu sem hér hefur verið rekin. Það er að því að umheimurinn, þeir sem við þurfum að leita stuðning sjá, hann hefur í fyrsta lagi misst trú á gjaldmiðlunum og hann hefur ekki traust til Seðlabankans. Og það var hægt að halda jafnlangaræðu og Hannes hélt þér núna áður þetta í hverju það kristallast. Og mér finnst ekki ósmekklegt eða óviðeigandi að persónu gera það í bankastjórn Seðlabankans. Í morgun kom fram að Seðlabankinn hefur núna tapað 150 milljörðum á veðlánastarfsemi. Eigið fé bankans er 90 milljarðar sem þýðir að bankinn er tæknilega gjaldþrota. Þegar ríkið tók yfir bankana, af því að þeim voru komin í þrot, þá var skipt þar þeim stjórnendur. Að sjálfsögðu á það sama gildi að Seðlabankan og því fyrst í betra.